Jæja, hvernig fannst þér vera myndin? Heyrðu Haukur, mér fannst þessi mynd alveg bara ótrúleg, í raun og veru sko, þú veist. Þetta var bara alveg rosalegt að sjá hvernig bara nasistarnir voru á þessum tíma og bara þessi mynd einhvern veginn bara, hún alveg teiknar mjög skýra mynd fyrir mér í rauninni bara, þú veist, hvernig þeir voru og bara, þú veist, þetta rugl sem þeir voru í sko. En, þú veist, hvernig fannst þér hún? Já, mér finnst það bara mjög góð líka. Þetta er einmitt bara mjög brútal og kemur alveg óvart sko allt með þetta og mér finnst mjög flott allt í myndinni, þessu tónlistinn og eitt sem mér finnst mjög áhugavert er að hún sé í svona gráu og sé lögð búið það kemur litur. Já, mér fannst líka svolítið áhugavert það, manstu þetta stelpunni í rauða kjólnum. Já. Hún einhvern veginn, það svarthvít mynd, en hún var satt í rauða kjólnum. Ég gæti alveg trúið að það hafi verið eitthvað mikið á bak það sko. Já, einhverja pælingar í gangi það. Táknum bóan eða einhvern veginn hann sá hana og þá ákvað hann að hjálpa þeim. Já, ég held að þetta hafi alveg spilað, eða hún í rauninni hafi spilað stóran þátt í að Schindler bara bjóð til lista sinn. Já, alveg. Og síðan það hræðilegt þegar það verið að brenna það og sem að líki hennar fara með það. Já, þá einhvern veginn bara sér maður svipuna Schindler og hann trúði sín meginn í augu sko. Já, akkurat. Finnst nefnilega bara, hann táknar einhvern veginn að bara einn hlutur við mannslífa í augum mannsnana. Já. Þetta er rosalega, báðskapamyndinni, tónlistinn, allt rosalega. En þú myndir varpa svona nútíma samfélag, svona í dag, þú veist hvað myndir þú skilur, hvaða dæmi myndir þú nefna, bara eitthvað svona svip eða svona í þessa áttina og nasistarnir í rauninni? Maður geta alveg fært rauk fyrir því að Ísrael, þeir eru náttúrulega svona sko varandi Palestínu. Já. Og síðan eru alveg eins og nasismi og kannski maka, þetta svona smá svipað sko. Það bara, það tekur ekki eftir því, þessi fyrir eftir á eins og nasistarnir. Og það kannski að átta sig á því á meðan þetta er í gangi. Þjóðverjarnir voru nú ekkert að átta sig á þessu í seinni heimsstyrjöldinni, hversu bara rugglaða hlutir voru að gera sko, í raun og veru. Og þess að Ísraelsmenn, þeir ábyggilega átta sig ekki á þeim núna, bara hversu mikið vitlaust þetta er. Já. Og bara hversu mikið hörmungur þetta er og bara allt í rauninni. Já, einmitt. En svo bara hugsar í myndinni að það er svo fáir að hjálpa en Schindler ræði. Maður getur líka að ímynda sér, það er svo fáir sem vita hvað er í gangi í raun og veru. Þess vegna eru bara einn og einn að hjálpa þeim eins og Schindler. Já, pældi við bara ef það hefði verið þetta er náttúrulega bara ótrúlegt, eins og þú segir. En hvernig fannst þér atriðið þegar Schindler nær að fá nasistakallinn til þess að vera góður? Hann í rauninni tekur einhver svona líkingu á að það er einhver emperor er góður við þegnana sína í rauninni. Og það fær hann í rauninni til þess að vera góðan einhverju leyti í smástund. Já, einmitt. Mér fannst það mjög gott atriði. Þess að sýnir einhvern veginn, hann vildi bara ekki vera góður. Hann gat verið það og síðan þegar hann fer að lemja hana, þá bara, sem hann bara vill vera óndur. Hann vill ekki vera góð maður. Þetta var alveg ágætið svona innsýn inn í hvernig nasistarnir voru, af því að maður kannski áttaði það ekki alveg á því, bara hversu klikkaðir í hausnum þeir voru, bara fyrir þetta atriði. Bara þegar hann í rauninni drepur hana fyrir að gera ekki neitt, fyrir að segja ekki neitt, hún þagði og hann einhvern veginn bara tala sjálfa sig upp við það að drepa hana, má ég það segja sko. Já, einmitt. Hann er nefnilega mjög áhugaverður þessi karakter, hann er alveg hræðilegur. Hann er mjög vel leikinn finnst mér. Já, einmitt, hann er bara eitthvað svona andlit nasismann sem maður getur ímyndað sér það. Já. Hvað meira vildur fara yfir? Nei, mér fannst alveg svolítið áhugavert í raun og veru. Það var líka frekar, það sýndi svona hversu góð manneskja Schindler var í raun og veru þegar hann náttúrulega býr til Schindlerlistan og flytur til Ungverjalands eða hvað sem það var og fæður þar þess að framleiða skotvopn en hann vill í sjálfu sér ekki styðja stríð, þannig að hann framleiði bara gölluð vopn á sin eigin kostnað í rauninni sko. Hann vill ekki að hans vopn eru að drepa þig, þannig að hann bara gera þetta galla bara að hýsa þig í rauninni. Já. Það er svona, þá áttaði maður sig alveg á því að hann, Schindler, í raun og veru þetta var bara mjög flottur maður og bara
bara gerði helling, ég meina hann bjargaði mörgundunum manns og bara... Já, einmitt. Það er eitt atriði með Sindri sem mér finnst mjög áhugavert, er þegar hann kissir gígastelpuna. Hann er þá verið með að sína að hann Henrik, að hann sé æðir nú. Mér finnst það eitthvað mjög flott. Gerði það í kringum alltaf nazistana. Já, þeim var öllum mjög brugðið. Mjög brugðið. Manið því. Já, einmitt. Það var alveg ótrúlega atriði, sko. Já, en ég myndi segja að myndin hafi alveg verið mjög góð og bara æðisleg mynd. Já, bara myndi hiklaust mæla með henni. Já, bara takk fyrir okkur og hlökkum til að læra mikið í tíma hér. Já.